þetta þarftu allt, en það miklu betra að vera með góða sölu en slaka vöru. Þú getur lagað það seinna. Það eru mörg þannig dæmi í viðskiptasögunni. Oracle hugbúnaður var lélegasti gagnagrunnurinn á 9. áratugnum en var með langa aggressívust og bestu sölumennskuna og svo voru löguðu þeir bara tæknina þegar þeir voru búin að ná markaðsráðandi stöðu. Þannig það miklu betri leið heldur en öfugt. Að vera með bestu vörun og kunni ekki að selja hana, það tapar venjulega. Þannig að þetta líka heill skóli svona í Bandaríkin eru líka almennt held ég miklu lengra komin þegar kemur á sölu heldur en evrópsk fyrirtæki. Það er ekki séríslenskt fyrirbæri. Ég sé sömu og ber saman startup og svona fyrirtæki sem eru ekki kannski mjög langt komin, Evrópu og Bandaríkjunum, þá bandarísku fyrirtæki kannski bara með 1/3 af starfsfólkinu í sölu, meðan það kannski bara engin eða 1 sölumaður í evrópsku fyrirtækjum. Það bara eitthvað sem það pæli þegar eru búin að byggja vöruna. Þessi eru öfugt farið. Oft viltu selja fyrst og byggja vöruna svo. Og nær dreifingunni og þá hefur kannski smá tíma svo að segja til þess að ná í skotti á tækninni, jafnvel þó einhver lítil tæknifyrirtæki sem einmitt eru ekki með þannig kraft til að selja, en það vantar líka oft peninga og ég meina það til þess að fjárfesta í þessu fólki sem þú veist að segja, sölufólki og þið eru að koma inn með pening og eru að